gas. Já, á móti Svartfjallalandi, það verður erfitt. Báðir leikirnir held ég mútið Svartfjallalandi í því verkefni. Passar. Þannig að það verður þungt, sko. Og svo alltaf stórmóti núna í Stórmóti auðvitað í nóvember. Þannig að í þessum riðli þá náttúrulega verðum við annað hvort á öðru eða heldur 4 bestu þriðasætin sem komast í umspil. Já. Þannig að í rauninni leikurinn við Færeyja úti og svo Portúgal þegar þær koma heim sem eru síðustu 2 leikirnir í þessu riðli eru þetta okkar möguleiki. Þar verðum við bara ná í 4 stig. Það er ekkert annað í boði. Þú kemst ekki sem besta þriðasætislið með 2 stig. Það er mjög hæpið. Já. En ég er alveg sammála sem Vignir segir. Það er svona aðeins stígandi á milli Færeyja upp í Portúgalsleikinn. Lítið svona öðruvísi lið, það eru aðeins þyngri, stærri Portúgalarnir hentar Elín Klöru betur. Sandra kemur náttúrulega líka inn í þessu leik, er svona spræk en á kannski svona tæknifæli inn á milli. En mín svona, ég kalla þess eftir að Andrea komi sterkari inn í þetta. Hún er okkar skytta. Við skiljum ekki alveg okkur því að spila ekki meira í þessu leik, en Andrea þarf bara að gera betur. Alfa situr báðaleikina, Jóhanna Margrét er bara heima, sem þýðir það að Arnar Pétursson er væntanlega bara búinn að segja við Andru, þú ert okkar skytta. Það er engin önnur skytta að koma hérna inn á. Allt hitt eru fintarar, þú verður að skjóta, þú verður að gefa okkur ódýr mörk og ef hún er ekki að gera það, þá er hún ekki að sinna því verkefni sem hún á að gera fyrir Ísland. Af því að hún er ekki fintarinn okkar, við erum með 3, 4, 5 þannig, sko. Hún er skyttan. Hún er skyttan. Hún þarf að gefa okkur ódýr mörk af 9-10 metrum, eins og hún hefur verið að gera í Þýskalandi, en hún verður að gera það fyrir landslið. Sérstaklega ef við erum með sko hægrivængin eins og Díönu og Þíu sem voru svona, Díana var bara ekki að hitta á kannski sitt góða verkefni núna. Þía kom inn og sýndi hvað hún gat, sérstaklega í þessum Portúgalsleik og maður hefði bara, vilja bara sjá meira af því. En það er kannski líka, fáum ekki nóg af þessu lið. Við munum örugglega mæta, bæði Svartfjallalandi og Færeyjum í milliriðli ef við förum áfram með hann núna á stórmótinu í desember. Og við erum, ég held við séum í æfingarleikjum Færeyja núna fyrir HM í lok nóvember.